Fulfill, gómsætt nammi með dagsskammti af 9 vítamínum, 20 grömma próteini og engum viðbættum sykri. Og áfram höldum með föstudagsþáttinn og til minni kominn góður gestur sem var að gefa út bók. Velkominn, Bjarni Hafþór Helgason. Takk fyrir. Sjónvarpsstjarna. Já, Þú byrjaðir hérna á Akureyri. Já, 1986 sko, með fyrstu sjónvarpsstöðina hérna. Ég held hún hafi verið fyrst. Jú, ég held það. Allavega Eyfirska sjónvarpsfélagið. Já. Bandstrykk sjónvarp Akureyri, mér minnir það. Flottur titill. Já, settum hér upp sendi í fjallinu og sýndum sjálfur myndefni sem við fengum á sunnan og vorum með truflara og rukkuðum inn og svona. Áður en að tæknin tók yfir og við hengum þetta í gegnum línu norður sko. Þannig að þú hefur komið víða við og svo varstu náttúrulega í fréttum og hvað? Já, ég var í 10 ár í fjölmiðlum sko. Og þetta var á þeim árum þegar ekkert annað var en það var ekkert internet eða neitt slíkt sko. Þú horfði bara á sjónvarpið, punktur. Já, svo vorum við bara með 100.000 manns á fréttatímum stöðvana og þetta voru 2 stöðvar og maður var strax frægur í framann og stórbrotið. En svo það nú kannski komið í hlé í dag. En þá ertu á fullu að skapa. Þú ert að gefa út bók núna. Er þetta fyrsta bókin? Já, þetta fyrsta skipti sem kemur út bók eftir mig. En hún vísar í kunnuglegan titill, Tími til að tengja. Já, þetta var nú eiginlega ofan á hjá forlaginu, Veröld, og bara ágætis hugmynd. Já, mér langar svo að lesa það hérna upp, af því að mér langar strax að lesa bókina þegar ég lesi hérna aftan á. Ef litlu jól er réttnefni, hversu lítil eru þau þá í raun og veru? Hvers vegna eiga hrútar svona erfitt með að festa ráð sitt? Hvernig sigrar maður nágranna í jólaskreitingum? Þar var Andrés alltaf að vera utan gátta. Og þessum knýjandi spurningum og mörgum fleiri svarar í bókinni sem sagt. Já, þetta eru 20 skáldsögur og ég, til þess að binda bókina svolítið saman, þá ákveði að láta þær allar hverfast þennan tíma á árinu. Þetta er mikil tengitími, ekki bara fengitími, þetta er tengitími, þó það þyrfti ekkert að... Fjölskyldur koma saman, þó þetta þurfi ekkert að gerast þar, en mér finnst það bara skemmtilegt því það skaðar ekkert sögurnar. Og svo eru sumar þeirra beinlínis tengdar jólum og jólahaldi og svo eru skírskotanir hérna náttúrulega til ýmissa hluta sem við höfum vanist sem eru svolítið sérkennilegir. Og eins og bara menn hafa rætt, þetta er alltaf mikið rætt við sögu til dæmis sem heitir Fasar Adams. Ég meina að við þekkjum öll Adam eftir tilteknu lagi. Adam átti syni 7. Já, en við vitum bara hann átti 7 syni og eina sem hann gerir er að klappa saman lófanum, stappa hann í fótinn og rugga sér í lendunum og snúa sér í hring. Sem er skrítið. Svo er ég búinn að persóna gera þennan mann í bifvélavirkja sem lendir í hremmingum þegar þetta lag byrjar að hljóma náttúrulega. Og svona, og það er ýmislegt fleira svona, því við varum að tala að hrútar festi ekki ráð sitt, þá var hérna ágætis lýsing í einni sögun á því þegar að fengitími stendur yfir í fjárhúsi á sama tíma og fjölskyldan snæðir lambalæri í húsinu við hliðina. Og þar er hrúturinn Glæsir í miklum svona vandamálum að vinna í sínu verkefnum. Það er bara svona sem einhver dæmi. Þannig að þetta er allt saman stuttar skáldsögur og það skrifaðar mest núna á síðustu 3 árum, 2-3 árum. Ég ætla að spyrja, hefurðu verið að skrifa alltaf í gegnum tíðina? Já, sko, nei, ekki mikið. Og en þetta er skrifað hérna í Davíðshúsi meðal annars hérna út í London og svo er þetta hérna út í Kópavoginum. En ég var allavega mjög ánægður þegar útgáfustjóri Veraldar lýsti því yfir við mig að honum finnist bókin skrifað á feiknarlega góðu íslensku máli. Og ég veit að móðir mín hefur þá risið upp við Dogg, hún lést nú 2007. Því það var henni mikið hjartans mála, við skrifuðum og töluðum góða íslensku. Já, býttu, ég heyrði viðtal við þar sem hún hafði hringt og leiðrétt. Var það ekki beygingu kýr? Nei, ær. Ær. Það er borin hjá honum Ásaði og þetta var eftirminnilegasta frétt sem ég vann á 10 ára ferli. Að beygja orðið ær vitlaust. Já, því að það var náttúrulega... Móðir mín hringdi snarlega og hérna... þetta er bara svona... En þú hefur verið á kafi í músík líka, varst að gefa út í fyrra. Já, það var... Ég kom út í fyrra sem sagt... Ég held að sé stærsta útgáfuverkefni sem ráðist hefur verið bara í íslenskri dagatónlist. Það var heitir Fuglar hugans. Og þetta eru lögin mín bara á 40 ára ferli, 75 talsins og nánast allt, á 7. tug af þessu var tekið upp bara frá grunni í besta hljóðveri Danmerkur og framhaldsunnið hér heima. Söngvarar hérna og það Já, og þú þetta eru líka? 20 söngvarar, bara svona bestu sem hér þekkjum hér. Og nótur skrifaðar út líka? Já, svo setti ég þetta allt í Dropboxið mitt, já, nótur fyrir hvert einasta lag.
og menn geta bara fengið þetta allt hjá mér, ef senda mér bara á Facebookinu minni eða eitthvað, þá get ég sett hlekk-handaðum þar sem þeir fá hvert einasta lag, eins og það er spilað og fullbúið og nótur, texta og allt saman, þannig að ég, þetta var gríðarlega stórt prójekt. Verðurðu með plötuna kannski núna á morgun þegar þú ætlar að kynna bókina, 2:00 í Pennanum Eymundsson, verðurðu kannski með plötuna líka? Nei, reyndar var ég nú ekkert að hugsa það, sko. En ég ánáttúrulega eitthvað, það er eitthvað aðeins eftir, það er ekki mikið eftir þessum diskum, þetta voru 5 diskar í kassa, sko, og söngbók með, en svo er þetta á Spotify og YouTube, svo er þetta YouTube skilti fyrir þetta komin líka, held ég, og þannig að þetta flæðir allt. Þeir sem vilja fá þetta sem svo er ítalega, allt fuglahugans geta bara fengið hlekk hjá mér og hlaðið niður eins og þeir vilja. Frábært. Og nú ertu sérst komin hérna norður að kynna bókina? Já, hún verður 2:00 á morgun, laugardag í Pennanum Eymundsson ásamt öðrum og já, bara að kynna bókina og hitta fólk og þó sem enn séu búnir að kaupa hana eða kaupa hana seinna, þá var ég samt gaman að sjá sem flest að koma bara og spjalla og vera skemmtileg. Ég ætla ekki samt að sleppa þér aðeins að ræða kannski aðeins erfiðara mál. Nú ertu fór ekkert í grafgötu með það, ég heyrði viðtalið út að segja frá því að þú fyrst Parkinson, greindist með Parkinson. Fekk Parkinson greiningu í apríl síðastliðnum og Parkinson er skilgreint sem ólæknandi taugahrörnunarsjúkdómur og þetta er þannig að inn í höfðinu á okkur eru frumur sem framleiða efni sem heitir dópamín sem flæðir okkur í tilteknu magni. Þegar þetta magn minnkar þá skerðist hreyfigeta. Og það hefur minnkað í mér. Ég er samt tiltölulega góður en þá og verð kannski í mörg ár. Eða þá að ég fer ítl í hratt, þetta veit enginn. Hins vegar fylgist ég dálítið mikið með læknavísindunum og því sem verið að vinna í og ég held alltaf ræður það að ég mun ekki láta þetta buga mig á nokkurn hátt. Enda þarf maður nú að byrja á því að vinna með hausinn á sér. Og alls konar húmor í kringum þetta, ég meina, ég rifja upp við fólk, sko, ég sé frá Húsavík sem stendur við skjálfanda. Og þetta tek það alltaf sérstaklega fram, þegar ég fór að finna fyrir skjálfta, sko. Og alls konar svona brandarar og það er bara fínt með þessu. Þegar þú fékkst þessar upplýsingar fyrir árið síðan, var þetta skellur eða varstu bara strax Nei, sko, þetta er 2. apríl síðastliðinn og ég var bara með opinn huga fyrir því þegar ég fór til taugalæknisins hvað þetta geti verið þó ég væri einkennalítill. Já, ég fann fyrir þessu við að busta tennur eða skrifa, þá kemur svona skjálfti og truflun. Og búinn að finna fyrir því einhvern tíma, ekkert lengi samt kannski upp undir árið eða eitthvað svoleiðis. En ég hef náttúrulega setið á AA-fundum vikulega í meira en 20 ár og það er svo skrítið að ég var alveg tilbúin að út af fyrir sig brotna niður, fara að gráta eða leggjast í þunglyndi eða hvað sem er, en alveg fordómalaus í því. En það gerðist ekkert slíkt. Ég hugsaði þetta bara í rólegheitunum og vann mig út úr þessu og þakka þessum fundum. Það er svo mikið starf kannski einmitt. Já, það virðist vera. Sjálfsvinna búin að fara fram í gegnum svoleiðis fundi væntanlega. Hafa æðruleysi til að sætta sig það sem að fær ekki breytt. En kjark til að breyta því sem að getur breytt, sko. Og vit til að greina þar á milli. Og reyna einhvern veginn að vinna með sig áfram og vera svolítið bjartsýnn því að það er bara alveg ástæða til þess líka þó að lítið hafi gerst í Parkinson-lyfjum í gegnum tíðina þá eru samt núna alls konar fréttir og rannsóknir í gangi. Þannig að það er aldrei að vita, sko, nema að Parkinson hafi fengið mig frekar en ég það. Hefur einhvern tímann, hefur það hvarflað að þér að vera með uppistand? Þegar nú heyri ég að sko sögurnar spýtast út þau. Þú áttur að vera í viðtalinu undan en ég vildi ekki trufla það svo mikið sögustund í gangi. Þetta er fyndið að segja þetta. Þetta hefur oft verið sagt við mig að ég ætti að, og kannski ger ég það, kannski hakka ég næst við það í bóksi. Ég er búinn að gera tónlistinni minni skil og svo er ég byrjaður að skrifa. Nú fyrir að performera. Já, ætli það ekki bara. Það fer upp á svið og held einhverja ræður sögur af mér og mínu fólki. En það ekki? Það getur vel við. Þetta er nú bara hugmynd hjá það, María. Ég skoraði hér með. Ég heyrði viðtalið í útvarpinu og það var bara greinlegt að þið finnst gaman að segja sögur og þá er náttúrulega að fá að njóta þess. Já, það er mér eðlislægt á einhvern dularfullan hátt. Þó ég veit ekki af hverju. Og fæddu með þessum ósköpum sennilega? Já, ætli það ekki. Þetta er fötlun sem kemur bara frá byrjun. Frá upphafi til enda, sko. Heyrðu, þetta er náttúrulega vandræðilega stutt innslag sem ég hef með núna, en við fáum þig kannski bara í lengri þátt annars staðar í stöðinni. Ekki máli, bara hvenær sem er. Takk fyrir að koma til hamingju með þessa fallegu bók og gangi þið vel í baráttunni við Parkinson og já, takk fyrir það kærlega. Takk, María. Takk.